Jæja, Kotti sæl, velkomin í settið. Hvernig þín upplifun að síðustu 24 tímum? Það alltaf gaman að vera með hóp af fólki sem að ræða nýsköpun og dreifðar byggðir. Þannig að ég bara full af þakklæti. Frábært. Þinn hópur var að ræða það hvernig hægt sé að sá fræjum nýsköpunar frá unga aldri. Og hvers vegna það mikilvægt? Kannski það eina sem er örugt, það að hlutir alltaf að breytast. Og var ekki Halldór Laxness sem sagði það, ef við ætlum að breyta heiminum þá væri það kannski helst að reyna að stoppa hann. Sko. Þannig að til þess að geta gripið tækifærin sem felast í þessum breytingum, þá þurfum við nýsköpun. Og samfélög vilja vera seig, það svona þetta sem við erum mikið að tala í dag, að segla til að takast á við stórar áskoranir í umhverfismálum og öðru. Og þess vegna nýsköpun mikilvæg og hún þarf að vera eðlilegur hluti af samfélaginu. Þannig að nýsköpun sé ekki eitthvað sem spari eða sem að einhverju gera sem eru sérstaklega einhverju sérfræðingar í nýsköpun, heldur sé nýsköpun bara alveg eins og allir læra kannski smávegis í tónlist, smávegis í íþróttum, þetta sé bara svona partur af mannlegri tilveru. Já og sko, ég myndi vilja taka dýpra í árinni af því að við getum setið hér og hugsað eins og ég fyrir Snæfellsnes og með Helgu og öllum þessum í stuðningsapparatinu, hvað getum við gert til að skapa störf framtíðarinnar? Við vitum ekki hvernig þessi störf verða. Þannig að til þess að nesta unga fólki okkar út í framtíðina, þá þurfa þau þessa færni og við þurfum að kenna þeim og búa til hanga til að hengja á allt þetta nýja. Þannig að ég myndi halda að þetta ætti að taka verulegt pláss og við getum ekki bara sagt skólarnir að gera þetta eða heimilin að gera þetta og af því að við erum hérna að horfa á dreifbýlið og sagt, það þarf heilt þorp til að ala upp barn, að þetta eitt af því sem við ættum að geta gert svo vel, einmitt. Frábært. Og var eitthvað eitt skref sem eitthvað datt í hug sem hægt var að taka sem að gæti svona stuðlað að þessu? Já og hópurinn minn og þetta passaði svo vel við það sem við höfum bara verið að ræða núna í þessari vinnusmiðju að sko framþróun og nýsköpun, að nýsköpun sé ekki ógnun við það sem fyrir Þetta erum við náttúrulega oft að eiga við þar sem að ræturnar eru djúpar og hefðirnar miklar og að svona eyða þessu, bara ákveða, bara strika í sandinn, nú ætlum við bara að horfa saman fram á veginn, við ætlum að hugsa hvaða sögur viljum við segja eftir 10 ár, eftir 20 ár, eftir 30 ár, hvað DNA þessa svæðis, og sérst, ef að skólar, sveitafélög, heimili bara taka saman höndum að nesta unga fólkið okkar með eins góðum æfingum og við getum, vitandi samt að við erum ekki að færa þeim öll svörin, en það væri það nú leiðilegt. Þau eru flott og munu finna sín svör sjálf. En að við ætlum að gefa þeim dálítið gott nesti og þarna fórum við svolítið á flug með verkefni hugmyndir sem að jafnvel gætu þá orðið að veruleika og við þyrftum þá virkilega að leggja okkur fram og við þurfum að breyta svolítið hugarfarinu. Þannig að einhver 8 ára eða 12 ára sem að svo kannski hleypir heimdraganum og fer til útlanda eða kemur aftur heim og sér þá jafnvel hvort það listaverk eða virkjun eða hvað það sko, sem hún átti þátt í að búa til í skólanum eða í heimaþorpinu eða sveitinni sinni. Þetta held ég að gæti orðið alveg stórkostlegt verkefni. Mér finnst áhugavert og minnist á nýsköpun sem mögulega að fá ykkur upplifa sem ógn við það sem fyrir Er það eitthvað sem þú upplifir eða hefur komið svona rekist á? Ég held að þetta sé bara stórt viðfangsefni. Við erum segjandi að allt sé breytingum háð og þá held ég að sé mjög mannlegt að vera á móti breytingum. Við streðum við að vera í því sem við þekkjum og þarna þurfum við örugglega bara að hjálpast að. Og þá alveg eins og að tala í fyrri hópnum, það þetta svona heilbrigða sjálfstraust sem við viljum fyrir samfélög líka, ekki bara einstaklingana. En þá getur verið að þetta sem þið eru að tala að láta nýsköpunum vera hluti af því sem allir eru að gera, að það eyði ógninni. Því að ef allir eru saman að gera það, þá þarf ekki að hafa þess að vera hræddur við það að einhver sé að fara að breyta einhverju sem ég hef ekkert það að segja. Þannig að við þurfum bara að brynja okkur og mér langar rosalega að vitna í hana Hlédísi sem talar félagslegt sleipiefni, bara til að líka vekja salinn. Ég held að við bara smyrja okkur með félagslega sleipiefni og stökkva í þetta spennandi verkefni að takast á við breytingar svolítið opnum örmum. En þá líka biðla til okkar allra að bera
tilhlýðilega virðingu fyrir því sem fyrir af því að það ef við ætlum bara að sópa út öllu sem að fyrir þá erum við að tapa svo miklu. Þannig að byrjum á að átta okkur á hvað við höfum og skoðum svo tækifærin þar í. Frábært. Er eitthvað annað úr þessari vinnustofu, burtséð frá þessu, sem að situr eftir hjá þér? Það kannski bara svona von og gleði. Það að því að við höfum alveg líka verið að tala svo stóru áskoranir og umhverfismálin og svo að bara hitta allt þetta flotta fólk sem að vinna vítt og breitt landið og við erum bara svolítið full af bara sjálfstrausti og ætlum að vinna enn meira saman og það ekki að finna upp hjólið og þannig að bara áfram. Flott, frábært. Kærar þakkir fyrir það.